En á samaskapi líka einmitt bara á 4 árum þá erum við búin að sjá sko bensínbílar voru 35%, dísilbílar voru 32%, báðir þessara eru sko undir 10% í dag. Bensínbílar eru 5%, dísil í 8%. Þannig að þetta er ekki smá hraði. Komið sæl og verið velkomin í hlaðvarpið Iðnaðarfræðsluseturs Augnablikið Iðnaði. Ég heiti Sigurður Svavar Indriðason og gestur minn í dag er Jónas Kári Eiríksson sem er forstöðumaður vörustýringar hjá Öskju. Við ætlum að fræðast aðeins rafvæðinguna í bílgreininni, hver er staðan á markaðnum í dag og hlutverk bílaframleiðenda í sjálfbærari framtíð. Vertu velkomin Jónas. Takk fyrir það. Gaman að vera þarna. Gefa tíma til að kíkja á okkur. Eins og segir þá ætlum við að ræða rafvæðinguna og sérstaklega kannski svona hvernig framleiðendur er að takla þetta verkefni og þetta þegar við horfum bara á Ísland þá náttúrulega hefur þetta gengið ágætlega. Við erum tiltölulega framalega í sölu á rafbílum og þeir hafa fjölgað mjög hratt, en það er líka náttúrulega svona ákveðni þættir í þessu að eftirspurnum er jafnvel meiri heldur en framboðið er núna, hefur verið. Þannig að það er ákveðni svona hvað segir maður, það er áskoranir í þessu. Heldur betur. Og eins náttúrulega kemur ríkisstjórnin og virðisaukaskatturinn og þetta allt inn í þetta. Þannig að mér langar bara að byrja svolítið á svona að ræða hvernig staðan er á markaðnum í dag og hvernig er staðan. Já, og þetta var bara svona í rauninni hárrétt hjá þér, okkur gengur bara ágætlega með allt og það er nú bara þannig að síðastir í aðtöðu þá bara voru við í öðru sæti heiminum á eftir Noregi, en betum á við duga skal, þetta er svona við erum best í dag eða næst best, en eins og segið það er ákveðin svona blikur á lofti að það verði kannski ekki. En í dag er svo ef við horfum svolítið bara svona á það sem við miðum almennt við er svona þessi einstaklingsmarkaður, og undir einstaklinga er ekki bara einstaklingar per se, heldur líka fyrirtæki. Það er rauninni við horfum á það bara í rauninni allt fyrir utan bílaleigur. Já. Og þar eru 100% rafbílar, koni vel yfir 50%, eða svona 51-3 eftir mánuðum. Og það er bara frábært og svo ofan á það koma tengiltvinnbílar sem eru farin að koma með alltaf 120 km drægni, allt annað en það sem áður var. Já, rafmagni. Já, og eru sérst 20%, þannig að þetta er svona og yfir 70% og það sem er svolítið skemmtilegt að sjá er að þetta fylgir í rauninni svona þessari tómatsósu aðferðafræði. Að maður hristi tómatsósu og kemur ekkert, svo bara kemur bara allt í einu, og þetta er bara á 4 árum. Já. Árið 2018 var rafbílahlutdeild á þessum sama markaði 7%. Já, þetta hefur gerst mjög hratt. Þetta er bara ótrúlega hraða. Hann er ekki nýr rafbílinn, en þetta er svona í veldisvexti í rauninni. Algjörum veldisvexti, ég meina rafbílar hafa verið síðan 2012. Já. Þegar bara fyrsti rafbílkottur Íslands og þá svona var fyrsti, og ég segja bara óskrifa, það var bara Nissan Leaf þetta var bara fyrsti rafbíllinn í Íslandi. Það voru frumkvölar í þessu. Bara frumkvölar, en síðan þá hefur framboð aukist jafnt og þétt, og það sem hefur náttúrulega drifið þennan vöxt áfram er náttúrulega bara aukið framboð. Já. Og náttúrulega ívilnanir stjórnvalda hafa skiptar gríðarlega miklu, en á samaskapi líka einmitt bara á 4 árum þá erum við búin að sjá sko bensínbílar voru 35%. Já. Dísilbílar voru 32%, báðir þessara eru sko undir 10% í dag. Já. Bensínbílar eru 5%, dísil í 8%. Já. Þannig að þetta er ekki smá hraði. Nei, og það er kannski í rauninni sýnir líka bara að fólki er tilbúið í þetta, það er áhugasamt og frambúðið er til staðar fyrir fólki, þannig að það er bara tilbúið í að taka þetta skref. Algjörlega, ég held að ef þú myndir rétta fólki hreinlega pening til þess að fara að kaupa nýjan bíl, þá myndur nánast allir fara í rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl þar sem það hendar. Og náttúrulega þetta hefur náttúrulega verið mikil drifkraftur að byggja upp innviði. Það er svona kannski sala nýrra bíla hefur jafnvel aukist umfram uppbyggingu innviða. Þeir voru á undan,
eru núna konir á eftir og það náttúrulega bara verið mjög ánægilegt að sjá kannski stærri hluti gerast þar á næstu 2 árum. Allan að konið þrýstingurinn á það. Alveg klárlega og ég meina ég íti bara undir þann þrýsting og þar verða líka stjórnvöld að stíga svolítið inn í ef þeir ætla að stíga við þetta því þetta eru dýrar fjárfestingar og sérstaklega sem stóru hraðstöðum er arðsemin ekki til staðar fyrir fyrirtæki. Nei. En nöðsynlegt samt algjörlega nöðsynlegt og að því að myndist á rauninni frambóð svona móti eftirspurn þá er það náttúrulega staðan og við höfum verið að benda það mikið í þessum stefnumálum stjórnvalda að ég ætla að fá að vera aðeins pólitískur að það er náttúrulega glatað að vera bílainflytjandi og bara bílverið umboð og reyna að taka þátt í þessum spennandi orkuskiptum við eigum bara raunverulegan möguleika að vera fyrsta landi í heiminum sem er bara alfarið búið að skipta að sjá í rauninni svona skammtíma hugsjón hjá stjórnvöldum að í rauninni, og við erum ofta við vitum í rauninni ekki hvað gerist eftir 3 ár en bílaframleiðendur skipulega sig 12 til 24 mánuði fram í tíman. Það tekur smá tíma að búa til bíl. Akkurat, og við erum kannski að horfa það að kannski ekki þá hækka bílarnir 13.000 einhver tíman á næsta ári eftir hvað magnið er. Það skapar rosalega mikla óvissu. Því líka óvissu, þetta skapar höfrungahlaup á markaði og það er náttúrulega bara mjög erfitt fyrir okkur sem innflytjanda en þess að segja að það er gríðarlega mikilvægt að stjórnvöld styðji við þetta af því að annars væru við ekki komið nóg langt og við erum komið miklu styttra og ef þetta fer eins og kannski svona áður horfði þá hefði það verið mjög slæmt en sem betur fer núna er enda komin til að afnema hennar kvóta allan í vor en það er allan að framboðið í dag er að ég held að öll bílaumboð séu með tölur fleiri pantanir heldur að þeir að fá frá framleiðendur. Já, og ég held að það sé líka bara sko að segja fólkið veriðist vera tilbúið í þetta og aðstæðana hérna er líka við erum með 2 nú eftir normenn sem hafa náttúrulega bara tekið á skari í þessu og eru raunin bara langt fyrir framann alla aðra en við erum með raunin alveg ákjósanlegar aðstöður fyrir þetta sérstaklega horfum til svona Evrópu og hvað er að gerast þar varandi orkuverð og þetta að ef eitthvað staðar þá ætti það að vera hér og sérstaklega náttúrulega í tengslu við raunin bara markmið okkar og ríkisstjórnin náttúrulega bara í loftslagsmálum þess áttar að það skuli að það er bara nauðsynlegt að halda þessu áfram. Já, algjörlega og ég meina þau ætla að vera komið 100.000 vistanum bíla á götuna 2030 og þá þannig heldur betur að fara að bretta bermar en alveg klálega. Þannig að það er og kannski eitt sem að máum mitt benda á að við höfum oft verið að tala svona okkar veðráttu en kjörhiti fyrir rafbíl er nánast þarna 15 til 20 gráður eitthvað slíkt að það er bara íslenska sumarið og ég er búin að vera í þessu nokkuð lengi og mér finnst alltaf svo skemmtilegt það er alltaf einhverju sem svona eru hrættu að taka skrefið en fáið sem stíða tilbaka og ég man alltaf eru fyrir umsýndi fyrsta rafbílinn 2014 sem var þá Kia Soul og sem var með uppkjönda drægni 212 km heila sem okkur finnst kannski ekki mikið í dag og ofan á það samkvæmt svona eldri stali og þá var spurningin kemst hann norður á Akureyri einnig hleðslu? Nei, hann gerði það augljóslega ekki og þar með var það bara svona þannig og svo kom rafbíl sem að dreif það og núna er spurningin fer hann í Ísafjörð í einni hleðslu og núna eru kannski rafbílar sem eru komið það og þá verður það sennilega Egilsstaðir og svo hringinn. Akkurat, þetta eru við vön svona alltaf bara þessum hlutum sem við erum búin að venjast náttúrulega bara með dregni hefðbundna bíla og áfyllingunni og þess að þetta tekur það tíma fyrir fólk að venjast og þetta er náttúrulega ákveð skref að taka. Þetta er skref og þetta er náttúrulega bara starrendur líka svo, minna bílar, við verðum að horfa það að orkuskiptin eru aðalega sér stað í dag á nýjum bílum og nýju bílar eru rauninni búin að hækka og munu hækka og eru bara dýr fjárfesting, þetta er önnur stærsta fjárfesting heimilisins þannig að þú getur ekki búist við að það fari allir og kaupi nýja rafbíl á frá 5 milljónum og uppheldur þetta trítla síðan niður markaðinn og þetta er stór skref en eins og ég segi þeir sem taka það, þeir eru mjög ánægir en þetta er kannski ekki, er kannski dætt í það núna að þeir geti nánast uppfyllt svona kannski 90%
notenda tilfella. Akkurat, eins og segir, þá náttúrulega hefur hvað sem hraðinn bara í þessu aukist verulega bara undanfarin ár og það náttúrulega bara út af því að fjölbreytileikinn á markanum orðin meiri, að það eru fleiri bílar sem að uppfylla kröfu fólks hvað það þarf og meira val. Þannig að og þetta bara eins og þegar bílinn var fyrst að koma á sviðsljósið að þetta náttúrulega nýtt og það tekur tíma en á góður leið Alveg klálega og ég menn þetta bara rétti leið og þetta kemur allt og núna þetta þannig að þú getur keypt ódýra bíla með aðeins minni drægni og dýra bíla með rosalegri drægni og svo getur þú fengið líka bara svona bíla sem eru með fína drægni og góð verði og slíkt en þetta voru kannski áður fyrir bíla sem fóru stutt og voru kannski tiltölulega dýrir. Þannig að það svona þróunin. Þetta allt á réttri leið. Allt á réttri leið. Akkurat. Og náttúrulega bara þegar við horfum á þetta og hér á landi þá náttúrulega meikar þetta mikið sens sem maður segir svo að við erum með okkar orku og rafbíllinn bara frábær og rauninni mjög umhverfisvænt að keyra hann hér en þegar við horfum á rauninni kannski bílinn sjálfan og framleiðslu hvað þá rauninni út í maður oft heyrt að rafhlaðan eða rafbíla séu ekki eins umhverfisvænir og þeir og sagt en hvernig með framleiðendur, hvernig þeir að tækla rauninni að betrum bætra rauninni sitt ferli svona í átt að betri kolefnishlutleysi. Átt að betri heim. Já, betri heim. Já. Sko náttúrulega ég held að ég geti tala fyrir og rauninni alla svona framleiðendur sem eru svona selja bíla til dæmis í Evrópu og að það séu allir mjög meðvitaðir akkurat þetta mál að því að í rauninni ekkit rosalega sniðugt að selja bíl sem bara umhverfisvænni fyrir enda notandan ef hann óumhverfisvænni í framleiðsluferlinu. Akkurat. Það bara jafna sem gengur ekki upp til lengri tíma og þessi fyrirtæki standa náttúrulega bak við það að þetta í átt að sjálfbærari veröld og umhverfisvænni veröld þannig að þau eru að leggja gríðarlega mikið á sig í að til dæmis bara almennt minnka notkun á efnum sem eru tekinu í jörðin eins og kóbalt og nikkel. Þetta náttúrulega bara námuvinnsla per se en líka þanga til að það næst þá eru þessir framleiðendur og ég tala bara eins og fyrir framleiðendurna hjá mér það sem ég bara veit með vissu að gæða eftirliti til dæmis með námum sem var ekki til staðar sko kannski á þessu leveli fyrir 15-20 árum. Þeir voru kannski ekkit mikið að spá í svona þessu level 1 svona byrgjum. Hvaðan þetta kemur. Þeir spáðu og svona eitthvað slíkt en gæða eftirliti í dag með bara mannréttindum, sjálfbærni og allt þetta bara allt annað í dag og það rauninni enginn af þessum framleiðendum sem eru að láta sitt kjurt líka þegar kemur að þessum málum. Nei, akkurat. Og það ekki bara þessar hrávörur, heldur síðan bara framleiðslan, hvernig þetta flutt, hvernig þetta í rauninni unnið og allt þetta. Þetta orðið svo gríðarlega mikilvægt og til dæmis eins og til dæmis Mercedes-Benz sem hefur kannski svona verið hvað hávarast, hvað þau eru að gera í þessum málumnum, að þeir eru bara með núna að allir byrgjar ef ég maður rétt fyrir sko 2039 þeir verða að vera algjörlega kolefnishlutlausir. Já, þannig að þeir eru að leggja í rauninni ekki bara kröfur á sjálfa sig þannig, þetta eru þeir rauninni að íta sínum byrgjum rauninni, bara rauninni að ef þú ætlar að selja okkur stál og rauninni önnur efni, þá þarf bara öll vinnslan hjá þér líka að vera kolefnishlutlaus og það hellingur af byrgjum sem eru þegar orðniða, þeir eru náttúrulega með byrgjum allan heim, þannig að svona misgott eftir löndum aðgengi að grænni orku og slíkt, en þeir eru að leggja sko jafnvel bara peninga í að fjárfesta jafnvel með byrgjum til þess að gera það flottari og þetta eins og stál í fólksbíl 50% hráefni sem notaði stál bíll bara 50% stál og það countar fyrir 30% af útblæstri við framleiðslu bílsins. Já, það er stór hluti. Þannig að og þeir eru til dæmis núna að bara árið heldur bara sveimið þá 2025 þá verður allt stál sem þeir kaupa verður að vera grænt stál og það bara eftir 3 ár eða eiginlega eftir 2 ár. Akkurat. Þetta nefnilega þetta
þetta gerist mjög hratt og það rauninni eins og segir sko með framleiðsluna þó við horfum alltaf svolítið og höfum svolítið verið að horfa raun á the end product að rafbíllinn ekki að menga en auðvitað hefur síðan verið bent á en hvernig á framleitur og það alltaf nauðsynlegt að það sé alveg í lagi líka því að annars meikar jafnan ekkert upp bara það eins að segja, þetta verður fyrir allt ferli en mér finnst líka svona oft og við svo sem lendum í að við fáum mikið fólki til okkar sem með þessar spurningar og ég það eiginlega alveg frábær rannsókn sem að kom út árið 2018 fyrir 19 sem var unnin af doktorsnefnum sem fyrir orku náttúrunnar held ég það sem að var unni hort á frá vöggu til grafar á bílnum, það var ekki hort til förgunar og ekki hort til unni vinslu hráefna heldur bara unni bílaframlýslunni og já, það var rétt rafbílar hafa herra kolefnisfótspor komandi úr verksmiðju miðað við stöðuna þá Akkurat. En á Íslandi þá sko voru þeir búin að jafna það út bara eftir 2,5 ár og unni eina landið unni ekki eina landið, heldur eina blandan af orku sem þú nærð aldrei að jafna út rafbíl það ef að rafmagn 100% framleitt með kolum og meiri sem í Evrópu þar kallað þetta EU mix sem þá blanda kjarnorku, vindorku, sólarorku og svo sem kolum og gassi líka að meiri sem þar þá næra hann að núlla sig út eftir 6 ára eða eitthvað slíkt þannig að meiri sem miða við það þá hann samt betri en framleiðendur að keppast við það að lækka kolefnisfótsporið í framleiðslunni og það bara þvílíku fókus og líka bara á allir þessi mannréttindamál og allt þetta sem hefur svona verið veitt athygli að hinga til og ég veit að bara eins og mínir byrgja leggja bara mikið upp á því þannig að já, ég meina þetta bara ein virðiskeðja og hún þarf öll að make a sense fyrir í rauninni ef þú ætlar að selja þessa hugmyndafræði rafbílinn út frá sjálfbærni og umhverfismálum Það alveg klart mál að þetta þarf að alltaf haldist í hendur því að já, það ekki hægt að fá horfa bara á bílinn og sleppa því hvernig hann búinn til og þá náttúrulega kom kannski bara að svona kannski, hvað sem stærsta hlutanum í þessum bílum og það náttúrulega rafhlaðan og það náttúrulega kannski svona að mörgu leyti stærsti munurinn á framleiðsluferlinu eða við tökum brunarhreyfisbíl versus rafbíla, það náttúrulega að í staðin fyrir að brunarhreyfisbílinn hann framleiddur með tóman tank ef við getum sagt það svo þá náttúrulega fylgir rafhlaðan rafbílum og það náttúrulega ákveðnir málmar og ýmislegt sem í rafhlaðinu og það oft náttúrulega verið hort á hann á kólinsporið þar en hvernig svona lítur kannski framtíðin út þar svona sérstaklega kannski í tengslu við ykkar byrgja Já, ég meina þetta bara rétt sem þú ert að segja ég meina rafhlaðan er náttúrulega drifgjafi bílsins dýrasti hluti rafbílsins í dag og dýr framleiðsla og náttúrulega líka að nota þessi kobalt og nikkel og slíkt þannig að sem svona hefur aðra veikleika kannski heldur en svona kolefnisfótspori sjálft en náttúrulega vinslan kostar eitthvað en það gerir það svo sem líka í olíunni við meðum ekki glemma því en rafhlur bara þróast alveg jafn hratt og ég meina eins og hjá Kia að það auðvitað þannig til dæmis að ef það eitthvað að rafhlunni hjá okkur til dæmis einni sellu bara í rafhlunni þá bara skipt út þessari einu sellu þannig að það þarf ekki að skipta eitthvað módul eða það þarf ekki að skipta rafhluna sem í heildsinni sem náttúrulega mjög gott og þessi sella rauninni endurunnin þannig að hún þá rauninni og yfirleitt send út það sem rauninni bara endurunnin rafnin í Mercedes það bara svipað og núna þeir meira segja að klára að reisa verksmiðju í ef ég ekki að ljúga ég held í Kamenz í Þýskalandi en ég þóri nú ekki alveg að fara nákvæmlega með bæjarheitið að sem verður með það eina hlutverk að endurvinna rafhlöður frá Mercedes þá Já, þannig að ef það bara gerist eitthvað í rafhlöðuna eða einhverju hluta vegna þá bara gengur hún ekki bílnum, það einhver bílun eða hún bara orðin gömul eða misti eitthvað af hleðslu og rýmdini hann var skipt út í ábyrgð eitthvað slíkt þá bara fer hún út og það bara nýtt í rauninni allt sem í henni, hún bara endurunnin af því að það ennþá gríðarlega verðmæti í svona rafhlöð, bæði bara
dýri málmar, það eru dýr hráefni og svo bara plús það að til dæmis stór hluturinn úr áli Já. og ál 99% endurvinnanlegt ef ekki Akkurat. þannig að þetta búið að vera svolítið í fókus, það þessi förgunarpartur. Já, og það náttúrulega hefur verið svolítið miskilningur rauninni þegar tala rafhlöðuna að henni sé fargað sko, bara þegar það orðið notað sko að förgun rafhlöðuna. Já, förgun rafhlöð, það bara eins og henni sé hent bara út í ruslatunni. Já, og þetta sé bara einnota efni sem að bara, já, þú setur bílinn og svo því bara kastað í burtu. Já, þess að segir að það náttúrulega bæði ekkit endilega verið að skipta út heilli rafhlöðu, það bara verið að skipta út oft bara litlum einingum og eins það síðan náttúrulega ef það ekki hægt að endurnýta þær það segja í öðru tilgangi eins og við raforkuframleiðslu sólarselur eða myndmjölur við bústaðir og þannig að þá þetta endurunnið því að þetta náttúrulega stútfullt af verðmætum hlutum og maður heyrti mitt fleiri framleiðendur vera að horfa þessa nálgunurunni að reisa verksmiðjur til endurvinnslu og setja sér aftur inn í virðiskeiðina og þau ráfni sem að voru. Sko. Þannig að þetta orðið þá hringrás. Það sem að kannski vantar sko að svona það sem að vantar aðeins bara heima að minna við bara pössum vel upp á þetta og umbúin hafa verið að gera það bara að við söndum allt út sem framleiðandi vil fá út og allt slíkt en svona kosturum við þetta hingað til, þetta hefur mikið verið ábyrgð og slíkt, þannig að og við náttúrulega í bílum þá borgum við förgun og gjald inn í sko bifreiðagjaldunum okkar sem ekki rauninni með rafbíla en ég myndi alltaf halda að það rauninni þau verða endurunnin en það eru svona ákveðna blikur bara í íslensku lagaumhverfi sem þarf að lagfara til þess að tryggja ekki eða svona til þess að tryggja að verða ekki framtíðar vandkvæði. En í heilsinni litið varandi út frá framleiðendum og slíkt, þar er þetta eiginlega svona miklu meira að hugsa, og jafnvel bara meira en í ferli, þetta er bara byrjað sko. Og líka það sem þú komst inn á sko, að það er ekki hægt að endur notana að það er eiginlega bara svona svolítið góðpunktur er að þegar að rafhlöður kannski uppfylla ekki lengur skilur þess að vera bíl þannig að það er rauninni þannig að flest ábyrgðarverk með rafbíla er að ef að raflan missir svona 20-30% af hleðslu getu eða svona er hleðslu rýmt einmitt á innan ábyrgðartíman sem er ofta 8-10 ár að þá er henni skipt út fyrir nýja og þessi rafla fer þá annað hvort í endurvinnslu en svo er náttúrulega þessi endur notkunarmöguleikar því að bíla raflaða svona drifraflaða með 80% eða 70% hleðslu rýmt hún er ennþá mjög öflug þannig að eins og fyrir hús og einmitt með sólarorku eða vindorku til þess að hlaða inn á að það er ennþá notkunargildi held ég sem að við munum sjá svona hvort sem að vera á Íslandi eða bara í Evrópu almennt svona horfi meira til og ég meina gott dæmi bara hollenski þjóðleikangurinn sem er með gömlum Nissan Leaf rafhlöðum þannig að þetta er svona margt í gangi og maður er svona staðrindin er svo að við erum ofta kljást við einmitt svona kannski einhverju lítið vanþekkingu en aðalega svona bara van upplýst það er svona draugasögur sem ganga að mann á milli sko. Já, það er oft auðvildar að segja góða sögur heldur en kannski sannleikann þannig að það er svolítið þannig en það er bara, það er bara mjög gott og þetta er náttúrulega mjög þannig séð þetta er ungt, það er mjög mikil þróun í gangi, þetta er eins og við erum búin að koma inn á mjög mikil í ferð, þannig að það er mjög mikið í gangi og það er náttúrulega bara vera að leita alls konar lausna í rauninu til þess að uppfylla allar þessar kröfur sem að bæði samfélagið og ríkisstjórnir er að setja eða heimurinn er að setja á bara hvað við viljum sjá í framtíðinni. Algjörlega og það er bara akkurat máli og ég meina pressan á bílaframleiðendum hver sem það er gríðarlega að þetta sé tipp-topp og ég reikna ekki með komist upp með neitt annað þannig að þetta er ekki eitthvað sem ég hef áhyggjur af og náttúrulega bara mjög ánægilegt að sjá þá vera að þróa rauninni rafhlöðurnar sínar og allt svona líka það verið að þróa rafhlöður í dag líka með því sjónarmiði að minnka notkun á rauninni efnum sem eru ekki
hægt að búa til. Já, akkurat. Þannig að eins og jarðefni sem að bara þegar þau eru búin þá eru þau bara búin. Akkurat, það er takmarkað af þessu. Takmarkað af þessu og ég meina eins núna sko er að það er hugmyndabíl frá Mercedes-Benz sem heitir EQXX og fyrsti rafbíllinn sem er með eyðslu í einum tölustaf og fer kannski 1200 km á hleðslunni að þarna er keyranlegu bíl, þeir eru búin að keyra frá Þýskalandi yfir til Bretlands og voru núna að keyra frá Shanghai yfir til Peking og þarna er komið bíl sem man getur keyrt þetta, er ekki framleiðslubíl en er með tækni sem fer til framleiðslu 2025. Já. Og þarna eru rafhlöður sem eru til dæmis farnir að nota sílikónanóður, er ekki með neinu nikkeli og ekki neinu kóbalti. Já, búið að taka það bara. Já, bara búið að taka það út og þetta er 110 kilóstunda rafla, sam og við þekkjum til dæmis þetta á flaggskipum Mercedes-Benz, EQS, nema það að hún er 50% minni og 35% léttari enn í bílnum sem er í framleiðslu núna. Það er náttúrulega stórhluti, það er svona ekkert endilega að auka endilega rýmdina, heldur að mögulega hafa meiri rýmd í minni rúmmáli eða minni þyngd, þannig að þú ert að fá bæði þá, kemstu lengra og minni þyngd. Og kostunum er hún minni og bara allt þetta og það þarf ekki allir sefnið, þannig að það er eitt líkilatrið þannig að hún er líka ódýrari. Já, akkurat. Og það er svona drifkraftur fyrir svona alvöru rafvæðingu á svona, hvað var að segja, á heimsmæli harða. Já, það er þá gangi vel hjá okkur, þá náttúrulega eru margir aðrir staðir í heiminu það sem það náttúrulega bara mjög krefjandi að koma þessu í gang. Og þetta er í rauninni ekki mikið byrjað svona í Austur-Evrópu, það er svona rétt að byrja, en þarna sér maður hvað tækninni flegi fram, en þetta er samt ekki þannig að fólk er bara að bíða, þá ertu bara svolítið svona eins og með það kemur alltaf eitthvað betra. Það kemur alltaf eitthvað nýtt, þá ertu bara eins og með iPhone-in, eins og með það ekki, ég ætla að kaupa þegar næsti kemur, en það kemur nýr á hverju ári, sko. Það er alltaf eitthvað nýtt. Það þjónar einhver tilgang að bíða því að það verður alltaf eitthvað betra og það er rauninni kannski líka svolítið sem að kannski oft gleymist í þessar umræðu að bíllinn eða brunahreiðbíllinn eða brunahreiðsbíllinn, hann er ekkert nýr. Það er búið að taka mjög langan tíma til þess að bæði þróa vélarnar, bílana og eins náttúrulega innviðin, náttúrulega með bensinstöðum og þetta að þetta tók alveg tíma í árdaga bílsins að þeir fóru stutt og voru ekkert eitthvað mjög fullkomnir, þannig að það er alveg, þó við séum náttúrulega með mjög fullkomnir tækni núna, en þá erum við náttúrulega á þessum svona bensku skrefmrunni og þetta svona, Já, við erum bara að slíta barnaskónum, það er bara hannig og ég meina einmitt, þetta er bara svo góð punktur þetta er bara eitthvað nýtt, ok, jú, þetta er ennþá bíl, þannig að þetta er kannski ekki alveg jafn nýtt og þegar bílinn kom fyrst á sjónasviðið eftir að við vorum búin að vera með hestinn, en þetta er samt að mörgu leyti endur uppgötun og þetta er miklu einfaldari tækni að mörgu leyti, þannig að það er svona komið eins og svona nýtt inn í þetta, en það er einmitt málið, þetta er ennþá svo sem tiltölulega á frumstigum, en miðað við það erum við eiginlega komin ótrúlega langt. það er eiginlega skemmtilega við það og ég meina, sko, það er náttúrulega, maður á aldrei að segja aldrei, en það er allavega nokkuð ljóst að framtíð fólksbíla, allavega næstu 10-15 árin, að lágmarki verður í rafmagni. Það er ekki að koma, vetni verður ekki málið. Nei, og það er kannski bara eins og segir að framleiðendur þurfa að horfa svolítið langt fram í tíman og þeir eru ekkert að þeir eru með langtíma plan og það tekur langur tíma að þróa eins og segir með tæknina sem er nú til í bíla, hún náttúrulega kemur ekki inn í framleiðslu fyrir en eftir ákveðin ár, þannig að við erum að horfa á þetta svona næstu árin og það náttúrulega mjög áhugavert að sjá náttúrulega eins og með Mercedes, hversu hratt þeir hafa rauninni farið í þessa breytingar rauninni svona miðað við þeirra sögu og hvaðan þeir koma að þeir skulle verið komnir svona langt og vera að setja svona mikið púður í þetta, en hvernig rauninni sérður þá framtíðina, hvenær verður til dæmis Mercedes bara hættir að framlega brunahreiðil eða þeir kannski hættir að þróa? Nei, þeir eru ekki hættir að framlega þá en þeir eru hættir að þróa
og það er rauninni þannig að að því að þú mitt horfir til tímarammans það tekur bílaframleiðanda 6 ár að þróa bíl og þannig að það er einmitt oft verið að segja hvað bílaframleiðendur eru seinir sko. Akkurat. Ef þú tekur bílinn sem er að koma í dag og horfir 6 ár síðan, hver var staðan þá? Akkurat. Hvað eru nú voru framsýnir? Þannig að það er svolítið skemmtilegt og en það er þannig að árið 2025 sem nú bara eiginlega eftir 2 ár Já. Að þá verður Mercedes-Benz með rafbíl í hverju einasta flokki eða segmenti Akkurat. sem þeir framleiða og þeir eru rauninni hættir að þróa nýja dísil- og bensínbíla sem hefðu átt að koma eftir þann tíma. Já. Það muni kannski koma nýja bensín- og dísilbíla fram að þeim tíma til 2025 en eftir 2025 munu bara koma rafbílar Já. og árið 2030 þá í rauninni staðan svo að þeir ætla að vera 100% rafmagns. Já. Þar sem að rauninni markas aðstæður leyfa en þá voru þeir að taka út fyrir svega kannski bara ríki sem bara geta ekki orðið 100% rafmagnsvæð þannig að það verður þá í einhverjum afmörkuðum mæli framleitt jafnvel í því landi en svona í stóru myndinni 100% rafmagn árið 2030 og árið 2039 voru þeir búnir að setja sér markmið að þá þetta svona, þannig að þeir voru nánast að flýta þau 9 ár Já. sem er í rauninni alveg ótrúlegt en halda sig ennþá við það að 2039 þá verður bara öll framleiðsla allstar, bara öll og hún verður orðin kolefnishlutlaus og það sem er svo mikilvægt að muna einmitt í þessu svona samingi, manni finnst tíminn líða alltaf svona, maður vil sjá allt gerast hraðar en það er einmitt þetta, þessi þróunatími sem að ég veit að allir framleiðendur eru að keppast og að reyna að stytta en svo líka líftími hvers módels er 7 ár sirka bát þannig að þú þarft sko að horfi bara að kemur nýtt módel og 7 ára fresti þá svona ekki áttir það hversu hratt þetta er að gerast og svo náttúrulega er að Mercedes-Benz náttúrulega ekki bara að framleiða fólksbíla það eru líka að framleiða sendibíla og það eru að framleiða trukka reyndar núna í öðru fyrirtæki en þetta er allt að fara í 8 rafvæðingu nema það kannski bifreiðarnar muni vera bæði raman og svo svona þessi sem fara lengra þeir verða svona vetnis knúnir Akkurat, þetta verður en þetta er ekki langur tími þannig að eins og Ísland sem er bara svona með kjöra aðstæður ef stjórnvöld halda því áfram svona pálminn er svolítið í þeirra höndum hvort þeir vilja segja ég eða nei við áframhaldandi velgengni en en klárlega þannig að við eigum bara raunhæfan möguleika á að vera undan þessum markmiðum og bara 2025-6 getum við bara verið land sem er með 100% rafbíla til einstaklinga Akkurat, ég held að það sé bara ágændis markmið að halda því ég held að það sé líka bara ef við viljum og það er svona eins og það er náttúrulega þetta markmið sem var sett fram að verða sett 2030 að við erum ekki með neina nýskráða sett bensín- og dísilbíla ég held að þetta sé runni sko allar með hvernig þróun er núna þá kemur þetta runni bara sjálfur sér það er runni verður runni óþarfi að setja eitthvað svona heldur þetta mun bara færast markaðurinn mun færast og fólk mun vilja þetta markmið er runni þannig að stjórnvöld til þess að ná þeim þá þurfa að ívilja kaupunum til þess að byrja með en þegar það er komið svona ákveður rönn á þetta þá mun það eiginlega gerast það sjálfkrafa en því miður eins og þetta COVID og allt þetta það hefur runni, fólk var kannski þegar þetta íviljanleikakerfi var hannað þá voru þeir að reikna með kannski að þessi bílar eru jafnfættis í verðum bara svona 2023-2024 en COVID hefur eiginlega senkað í sko 3-4 ár rauninni erum við bara að sjá 10-15% hækkun á verði að því að bara hráefni hefur hækkað og margt búið að gerast í heiminum undanfarin ár en ég segi það og ég skal bara vera mjög heilu með það er alveg fatalt ef að ríkisstjórnin hættir að styrkja þetta og það er náttúrulega bara síns eins og í Noregi bara að þeir eru ekki komni svona langt bara því að fólk hafi áhuga á þessu það er náttúrulega það var gert ýmislegt til þess að og þar voru ívilnanir miklu meiri, þar var bara engin vaskur og þar bara eina sem skipti máli þetta var bara loftslagsdæmi og það eina sem skipti þá máli var bara að fólk færi á rafbíla alveg saman í hvað stigum lífsins og hvað stíl lífsins það væri að hvað tekjurnar voru að bara koma rafbíl og gödunar hérna tókum við bara held ég bara mjög fína nálgun að rauninni það er vaskur eftir ákveðnu uppað þannig að þeir sem eru að kaupa dýrari bíla þeir borgi en eins og sé það er alveg fatalt þetta hætti núna
Það er fínt. Eitthvað loka orð, eitthvað hérna sem við erum að gleyma að fara yfir? Að því að við vorum svona að horfa svona, erum að fókusa sjálfbarni og umræðu og svona, þá erum við bara gaman að taka fram ég er þessi framþróun líka bara í hráefnum. Já. Veist, fyrir 20 árum, hver kannast ekki við lína, hann með leður og lúgu. Já. Veist, ekta leður, lúga, það var bara toppurinn. Núna, þá er hann að breytast, veist, gerfi leður. Það er verið að vinna hráefni eins og þegar Kia Soul kom 2014 þá var all leðri unnið úr sykureyr. Núna er verið að skoða í þessum áðurnefnda EcoXX hugmyndabíl, það eru leður úr kaktus. Já, ok. Kaktus eða sveppum, ég man ekki hvort það var og teppið var síðan þá á móti úr kaktus eða sveppum. Já. Þannig að alls konar svona sem er síðan bara hægt að rækta í tilraunastofu skilur með sólarorku þannig að þá ertu komið bara svona hráefni sem er svona eiginlega bara kolefnishlutlaust. Þannig að svona framþróun er mikil og eitthvað sem ég myndi vilja sjá að mörguleiti bara íslensk bílambúð líka bara að vera að segja meira frá. Já. Við svolítið fókusum ennþá svolítið sömu hlutina en það er mitt svona, mér þætti mjög gaman bara á almennt og bara líka við að vera svona duglegir að setja fram bara í hvað er verið að gera í þessum umhverfismálum. Eins og segja þetta, maður hefur kannski ekki dott í huga að það verið að nýta kaktus eða sveppi í framleiðslu og innréttingum inn í bíla. Venjulega er við hugsa sveppi þá er það nú eitthvað annað. Þannig að það er greinilega að það er mikil þróun í þessu, bæði náttúrulega bara hvað var það að koma okkur inn í sjálfbærar umhverfi og eins náttúrulega bara úti þar sem framleiðendur eru að vinna sínum málum, þannig að mér lókar bara enda þetta og þakka kærlega fyrir spjallið, búið að vera áhugavert og bara vonum að framtíðin verði mjög björt í þessu máli. Framtíðin verði rafmögnuð. Takk fyrir mig bara, kærlega, gaman að koma að fá að spjalla. Takk.